Norrlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi. Þetta garður hjónanna Fjólu Bjarkar Karlsdóttur og Elvars Óskarssonar sem búa við Krókeyrarnöf í Naustakverfinu á Akureyri. Þau hafa ræktað uppi myndarlegan ávaxtagarð, hérna eru eplatré, plómutré og kirsuberjatré, svo eitthvað sé nefnt. Elvar, já, þetta nú tiltölulega nýtt hverfi hérna sem þið búið í, en ykkur hefur gengið vel með ræktunina. Já, það óhætt að segja það. Það að koma skjól núna í garðinn og hérna, þetta verður alltaf auðveldara með hverju árinu. Þegar að fólk ætlar að rækta eplatré, það þá skjóli, það skiptir miklu máli? Já, skjóli skiptir gríðarlegu máli og hérna sólin. Það svona þumalputtaregla með þetta að hérna, þann stað sem að þú fer í sólbað, það best að vera með eplatré eða ávaxtatré. En já, Ísland nú ekki þekkt fyrir að vera sólríkt mjög? Nei, svo sem ekki, en hérna, það bara að velja réttu yrkin, að vera með yrki sem eru snemma, þroska ávexti snemma, að þá allir vegið færir. Það já, það ekki mörg yrki til? Gríðarlega mörg, ég veit ekki, þú veist, það fleiri þúsund yrki. En hérna, það komið reynsla á töluvert mörg hér á Íslandi og það bara að leita í þann gagnagrunn. Flest eplatré á Íslandi eru innflutt en einnig hægt að kaupa innlend eplatré. Elvar segir að í framtíðinni verði innlend eplatré algengust. Í garðinum góða í Naustakverfinu eru nokkra tegundir af eplatrjám. Já, þetta eru held ég 18 yrki af eplum. Ég með 2 tegundir af plómum og hérna 2 af kirsuberjum. Þannig að það nóg að taka. Þegar þið byggðu húsið ykkar hérna, var það bara gert ráð fyrir eplatrjám? Nei, það var alls ekki þannig. Þetta bara áhugi sem kom svona seinna. En það sjálfsagt marga sem dreymir að vera með eplatré í garðinum hjá sér, algengustu mistökin? Vitlaust yrki sem valið. Það verið að velja yrki sem eiga að vera í gróðurhúsi. Það mjög algengt að maður sjái það. Það á bara engan séns úti. Harðgerð yrki velja þau og sem þroska á aldin snemma. Eplatré, mér einhvers staðar þá las ég það að hvert tré í raun og veru 2 tré. Já, það rótarstofn sem ræktað yrkið á. Hérna, það hægt að vera með dvergrótarstofn og svo rótarstofn sem gefur stór tré, 5 til, ég veit ekki, 10 metra há tré þessana. En 5 metra já, ég held að það sé svona Ísland. Trén hérna hjá þér, svona, eplin eru að verða á nokkrum trjám, þá eru að verða bara tilbúin eða hvað? Já, það ég með á 2 trjám sem eru bara tilbúin núna, myndi ég halda. Svona vika í og önnur sem ætti að þroskast í lok september. Þetta góð epli til átu eða þetta til að búa til svona sultu og eplapæ? Þetta eru borðaepli og svo líka hægt að nota þetta sem bakstursepli. Og það eru svona mismunandi, þau eru mismunandi sæt og súr og önnur sem henta sem borðaepli og önnur sem matar. En hvað segja nágrannir? Eru þeir hérna að skoða eða hefur þú smitað út frá þér? Já, þeir hafa verið að skoða svolítið og pínu forvitnir og ég hef einnig sjálfur verið að leika mér að ágræða og í fyrra sumar þá færði ég nágrannunum epli. Ég held ég að farið með einhver 20 yrki. Þú svolítið tala svona eins og þetta sé svolítið svona mikil vísindi, það verið að ágræða og svo framvegis. Já, þetta eru töluverð vísindi en hérna, ég lærði þetta bara á YouTube og googlaði og Google Translate á rússneskum síðum og svona, það allt á internetinu í dag. Þetta della hjá þér? Já, það ótt að segja það. Það engin spurning. En að vera með eplatré, þetta mikið vinna? Nei, þetta alls ekki mikil vinna. Það hérna ábyrgðargjöf og klipping á vorin. Meira þetta ekki, vökva bara eins og venjulegt tré. Já, eplin eru sem sagt að verða tilbúin til átu, en hægt að stjórna stærð eplana?
Já, þetta góð spurning. Ef maður með mikið af eplum á svona einum knúp, að þá hættið að þú fáir mörg lítil epli. Þannig að fækka eplunum, þá færðu fleiri stór. Það galdurinn. Fer svo veturinn í hjá þér að lesa bækur? Já, hann gerir það. Maður bara spenntur fyrir næsta vori. En þetta greinilega skemmtilegt sport og áhugamál. Já, þetta mjög skemmtilegt. Ég hef ægilega gaman að því að horfa út gluggann núna og sjá þetta stækka dag frá degi. En þarftu ekki alltaf að vera í glugganum? Hvað með krakkana, eru þau ekki rænandi berjum? Það er nefnilega og eplum? Já, það er svo merkilegt að þetta hefur alveg fengið að vera í friði. Það er bara þannig. Plómutréð við suðurvegg hússins og blómgaðist snemma í ár. Uppskeran var góð. Fuglarnir eru sólgnir í kissuberjin, en það oft gestkvæmt í garðinu við Krókeyrarnöf 10 á Akureyri. Já, þetta er búið að vera töluvert heimsóknir núna í sumar. Garðyrkjufélagið kom hérna, það var garðaskoðun hjá mér núna fyrir 2 vikur síðan. Og svo hafa, bara fólk að koma á götunni líka. Ég maður svona bara spyr, akkurat ekki bara í golfinu? Já, þetta er bara, maður gerir það þegar maður er eldri. Þegar ég er 60 þá fer ég í það. En það eru eplin núna og það er bara uppskeru tími framundan? Já, þetta er bara spennandi. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi.